Heyrir í mér? Góða kvöldið og velkomin í útsendingu hjá Skallagrim og Fjölni. Liðin mætast í fyrsta skipti í vetur og eins og staðan í dag þá Skallagrimsmenn í 7. sæti og Fjölnismenn í 7. Það má búast við hörkuleik hérna í kvöld. Já, ég held það. Ég meina liðin standa þétt í töflunni og hvert stig skiptir gríðarlega miklu máli. Heldur betur. Ég heiti Sigrún Sjöfn og með mér Embla. Eigum við ekki að fara yfir liðin? Það númer 5, Andri Steinn Björnsson, 6, Guðbjartur Máni Gíslason, 7, Kristófer Gíslason, 8, Davíð Guðmundsson, 9, Eyjólfur Ásberg Halldórsson, númer 10, Benedikt Lárusson, 12, Kristján Örn Ómarsson, 14, Hjalti Ásberg Þorleifsson, 21, Markus Óliver, 23, Almar Örn Björnsson, 47, Gunnar Örn Ómarsson og 77, Marino Þór Pálmason. Og þjálfari liðsins Atli og með honum Hafþór Ingi. Lið Fjölnis þannig skipað, númer 0, Matthew Carr, 1, Fannar Eli Hafþórsson, 3, Daniel Ágúst Halldórsson, númer 4, Sófus Máni Bender, 6, Ólafur Ingi Styrmisson, 8, Karl Ísak Birgisson, númer 12, Daniel Bjarki Stefánsson, 13, Viktor Máni Steffensen, 14, Hlynur Breki Harðarson, 18, Gauti Björn Jónsson, 20, Rafn Kristján Kristjánsson og 21, Jóhannes Stolben. Dómara leiksins, það eru þeir Sigurbaldur Frímannsson og Friðrik Árnason. Leikurinn byrjar að hörku hérna. Fjölnismenn fengu uppkasti. Skallagrimsmenn hérna í sókn. Það gott skot hjá Davíð. Skallagrimsmenn virðast halda uppteknum hætti frá síðasta leik. Þeir voru að spila vel saman og boltinn gekk vel á milli þeirra sem skilaði oft einföldum opnum skotum. Já, algjörlega. Það var gaman að sjá að spila saman senasta leik og hérna ná sigri með nýjan útlending í liðinu. Og Nebo og bekknum. Já, kannski þetta að fara við það, bæði Nebo og Ólafur og Bergþór. Þeir eru ekki með í kvöld. Þeir sitja allir úti í kvöld. Þetta gerir hann vel. Óheppinn að ná ekki að klára þetta. Já, þetta var flott ekki á honum en boltinn ekki ofan í. Það verður sem að Fjölnismenn ætla að reyna að keyra upp hraðan í kvöld. Já, þeir eru búin að vera hérna keyra þetta vel upp. Ekki að leyfa Skallagrimsmönnum að stilla vörninu sinni. Þetta gerir Hjalti bara mjög vel. Hann bara búin að vera mjög ákveðinn núna að keyra á körfuna, sækja villur. Já, og það bara að skila honum vítaskutum. Klikkar henni úr fyrra skotinu. Já, Hjalti setur fyrstu stig leiksins, staðan 1-0, rúman mínútu leik. Þetta var vel spilað hjá Fjölnismönnum og hann Jóhannes fekk galopið sniðskot. Þetta þarf hann bara að klára. Hann fara bara sterkt upp og reyna að fá villuna. Já, það var svona, kannski líka svolítið í síðasta leik. Hann var kannski frekar að hugsa að fá villuna staðan fyrir að fara sterkt upp, en það kemur. Þetta gerir Viktor mjög vel. Keyrir bara hratt alla leið, klára sniðskotið hann í.
Þarna fór hann bara sterkt á körfuna og kláraði vel. Matthew ekki að finna sér svona hérna rétti upp af við leiks. Nei, en það gott að halda áfram að skjóta og hafa trú að skotin fara onni. Hann duglegur að sækja og skjóta, það hlýtur að fara að detta hjá honum. Já, Fjölnismenn þurfa að fá hann í gang til að Þarna spila vel saman. Vel gert hjá Davíð að finna Markusan inni. Já, Markus búinn að gera vel varnarlega fyrir þá í bæði núna upphæðu leiks og síðasta leik. Þannig að hann klárlega að hjálpa þeim varnarlega. Já, hann kannski taka aðeins meira til sig sóknarlega. Hann náttúrulega þekkir til líka hérna í deildinni og hérna á Íslandi og búinn að spila hérna með nokkrum liðum. Já. Það er gaman að sjá hvort hann getur nýtt einhverja reynslu úr deildinni eða inn í þessa leiki hérna. Það er bara fín vörn hjá Marino og hann hafi kannski fengið ágætt skot en fór ekki ofan í. Já, þetta var vel gert. Hann Hjalti bara búinn að vera hörkuduglegur hérna í byrjun. Já, hann bæði varnarlega og sóknarlega. Hann búinn að vera duglegur að keyra körfuna og ná sér í auðvelt stig eða koma sér á vítalínuna. Leitaði inni á Jóhannes og það klárar hann bara vel. Já, Markus fjall hann að fullu auðvitað Já, var að reyna að fiska. Friðrik var ekki að falla fyrir þessu. Nei, fer þetta ekki svo auðvitað henni í kvöld. Þannig að færa hann óíþróttamannslega villu fyrir að stoppa hraðanhlaup. Þá komum með eina villu. Já, þetta er fyrsta villan aðeins. Kristján Örn kemur inn í staðan fyrir Kristófer. Já, Kristófer átti mjög flotta innkomu hérna í seinasta leik og skilur hann hérna inn í byrjunliðið. Já, og í liði gestanna var Gauti að koma inn, var hérna Gauti að fara út af og inn á koman Rapp. Já. Það er bæði vítaskotin ofan í staðan 7-8 Fjölni vil. Og þeir fá boltan aftur. Sjáum að Fjölnismenn eru með frekar ungt lið hérna á skýrslu. Já, það eru margir ungir en aftur á móti efnilega leikmenn sem eru búin að spila ágætlega. Já, það er hljóta að fá góða reynslu hérna, ungu strákarnir og spila hérna fyrstu deildinni. Þetta gerði Matthew bara mjög vel. Hann náði boltanum og kláraði þetta bara einn. Fjölnismenn eru farnir að pressa harra upp völlinn og reyna að þvinga Skallagrímsmenn í mistök. Þeir láta boltan ganga vel og Davíð óöfnir þannig að setja hann ekki. Þannig fær Davíð sína aðra villu og kemur þar lendi út af og inn á kemur Bensi. Það var spurning hvort að Bensi næri að koma með einhverja smá svona kraft í vörnina og lyfta þeim aðeins hærra. Herri, já, hann kom eins og segir, síðasta leik var hann bæðir duglegur varnarlega og setti skotin sín ofan í, þannig að hann tók svolítið til sín bæði varnarlega og sóknarlega og við þurfum það frá honum aftur. Bæði Bensi og Marinos áttu mjög góða leiki í síðasta leik.
mjög flott að sjá hérna strákana stiga upp þegar vantar einn og einn leikmann og taka aðeins meira til sín. En þetta gerir Markus mjög vel. Já, það verður líka gaman að sjá þegar að Skallagrímslið verður orðið full skipað. Nebo og hann Ólafur kemur inn og hann Bergþór. Já, það er svo náttúrulega líka bara málið að toppa á réttum tíma og gera það nálægt úrslitakeppninni. Herri, já, það er efsta liðið fer upp og ég var nú að fara með rangt mál hérna í síðasta leik, en efsta liðið fer upp og svo er annað til 9. sæti í úrslitakeppni. Já, það er þá bara öll deildin í úrslitakeppni. Já. Nema efsta liðið sem fer beint upp. Sem fer beint upp, já. Markus nær hann af frákastinu, Skallagrímsmenn keyra upp. Já. Hann er farin að taka meira til sín sóknarlega og bara fer sterkur á körfuna að klára þetta. Markus kom með 8 stig og kemur Skallagrímsmönnum yfir. Já, hann að klára Jóhannes með 3 í kringum sig bara. Koma Skallagrímsmenn hérna upp í sókn. Já, Fjölnismenn eru að spila sterka vörn og eru svolítið að íta þeim aðeins herra upp. Já, íta þeim svolítið út úr komfortzónu sínu. Já. Og ná að hérna forsa nokkur törnaverð hjá þeim. Lítið eftir að skóklökunni og Marino nær skoti en það geigar og Markus nær frákastinu, nær ekki að klára. Skóklökunni rennur bara út. Þá kemur Almar inn á fyrir Markus, fær hann smá hvíld hérna. Kemur Matthew upp fyrir Fjölni, inn á Jóhannes. Já, Jóhannes er búinn að vera duglegur á póstinum og duglegur að fara sterkt á körfuna en hérna náðu ekki að klára þetta núna. Nei, náðu ekki að klára þetta núna en það er spurning hvort hann reyna að nýta sér að Markus er farin út af núna. Óöppin hann að ná ekki að klára þetta. Fór svolítið frá körfunni. Já, staðan fyrir að fara bara að körfunni og reyna að ná í kontaktin. Þannig að það er Marino á villu, sína fyrstu villu og komið í bónus. Matthew fer á vítalínuna. Jóhannes farin út af liði Fjölnis og Ólafur kominn inn á. Marino fór sína aðra villu. Já, það er ekki nógu gott fyrir Skallagrímsmenn. Nei, Marino þarf að vera inn á og halda áfram að stjórna leik liðsins eins og hann gerði í síðasta leik. Já, hann gerði það líka bara hörku vel og Bensi bakkaði hann svolítið upp. Þannig að þeir eru að vinna bara mjög vel saman, þessi 2 strákar sem pointar. Staðan 11-14 fyrir Fjölni. Þetta er bara gott teik hjá Marino og það þarf bara að gera meira af þessu. Algjörlega, bara sækja vel inn í miðina og ef það kemur til þá bara finna liðsfélaga. Bensi hörku duglegur inn í vörninni og nær þó að setja 3 onni. Staðan 13-17, Fjölni í vil. Fær Matthew
villu. Og inn á kemur Sophus fyrir Matthew. Já, hann gefur honum sennilega mínútu í hvíld og kemur svo með hann aftur inn á snemma í öðru leikluta. Alma með gott skot. Skallagrímsmenn vildu fá þetta innkast en fengu það ekki. Fengu það ekki. En þá reyna hann á stoppi varnarlega. Allir vill fá Skallagrímsmenn hraða fram völlin og reyna að fá einhverjar einfaldar körfur og ekki lega Fjölnir að setja upp í þessa vörn sem þeir að setja upp í. Já. Fimm sekúndur eftir á skotklukku. Marino gerir Marino vel. bara vel. Gott hjá honum að sækja bara sterkt inn. Já, það er 1 sekúnda eftir af skotklukku en 3 sekúndur eftir af leikklukku. Þarna bjuggust allir við að skotklukkan hafi runnið út en svo var ekki og leikurinn klárast. Já, staðan er 13-17 fyrir Fjölnismönnum hérna. Þetta er fyrsta leiklutan. Stigastu menn á vellinum eru Markus með 8 stig og Matthew með 7 stig fyrir Fjölni. Markus kom með 6 frákast líka. Og Matthew er með 4 frákast. Þarna koma leikmenn aftur inn á völlin. Ég sé að Markus er komin aftur inn í Skallagríms. Já, þá koma Skallagrímsmenn upp hérna með boltan. Markus komin aftur inn á. Þarna heyrðist slátturinn vel. Og Rapp fær á sig villu. Hann er ekki alveg nógu sáttur við villuna. Nei, hann vildi meina að hann stæði alveg beint. Leita mikið inn á Markus. Þetta var vel gert, köttar hann af honum. Nær ekki klára layupið en... Þeir eru farnir að fara 2 og 3 á Markus, þannig að mikilvægt að Skallagrímsmenn kötti af honum og reyna að koma sér í opið færi. Já, algjörlega, fá meira flæði inn í sóknina með að gefa hann inn. Algjörlega. Pressa Fjölnismenn hérna hátt upp á velli. Þetta var góð sending inn hjá Hjalta og Markus klárar þetta auðvitað. Já, þetta var vel spilað. Markus kom með 10 stig. Já, hann er komið 10 af 15 stigum Skallagríms.
Almar með frákasti, sterkt frákasti á honum. Markus strax byrjar að pósta upp, reyna að biðja boltan. Marino upp í þristinn, já. Þetta er það, langur þristur og flott karfa hjá Marino. Og Fjölnismenn hérna í sókn. Bensi fær á sig villu. Já, Skallagrímsmenn vildu fá einhvern ruðning hérna en Bensi fær á sig villu og sína fyrstu villu. Þá kemur Jóhannes inn á fyrir Karl. Hún er að leita svolítið af pikkinu fyrir CJ hérna. Og vel gert hjá honum, hann er að setja þetta onni yfir hann. Þetta var flott karfa hjá honum og hann er svolítið að halda með floti. Hann og Jóhannes kom með 9 og 6 stig. Já, og líka bara duglegir í vörninni. Þeir eru að pressa hátt og reyna að stela boltum. Já, þeir eru að ná að Foss og Skallagrím í nokkra tapa bolta bara með því að pressa það hátt. Algjörlega. Og Atli tekur leikhlé í stöðunni 18-21. Skallagrímsmenn komnir með 4 tapaða bolta hérna. Já, Fjölnismenn eru að ná að spila hátt á þá og eins og segja þvinga þá í svona klaufalega tapaða bolta. Já, líka að tapa boltanum þannig að Fjölnismenn eru að ná hraðahlaupum út úr því. Það er ekki gott fyrir Skallagrímsmenn. Fjölnismenn eru að fá hérna 8 stig bara auðvitað úr hraðahlaupum á meðan Skallagrímur hefur ekki náð að skora hraðahlaup ennþá. Já, það er svolítið mikið. En aftur á móti eru Skallagrímsmenn að fá 14 af sínum 18 stigum bara inn í teig. Já. Svo er gaman að segja frá því að Eyjólfur Ásberg er kominn aftur í liði Skallagríms. Hann kemur frá KR en við þekkjum hann nú ágætlega hérna í Borgarnesi þar sem hann er búinn að vera hjá okkur og spila virkilega vel fyrir okkur. Já, hann er ekki á... Jú, hann er á skýrslu í dag. Já, ég sá hann hitaði upp en mér sýndist að vera að kæla kálfan áðan, þannig að það er spurning hvort við fáum að sjá hann í kvöld eða bara í næstu leikjum. Það er nú gaman að sjá hann aftur í kvöld. Já, tekur CJ frákastið. Fjölnismenn setju. Þetta er bara vel gert hjá honum. Keyrir bara hratt inn, splundrar vörninni. Markus er þó tilbúinn inn í teg. Tekur vel á mótunum. Já, hann hefði bara þurft að fara sterkt upp í staðinn fyrir svona að bíða eftir Markus svona. Hann á bara að taka hann og flótir yfir hann. Jóhannes fær hann inn í teg. Tekur sér góðan tíma og klárar Dóni með villu að auki. Markus að fá sína aðra villu. Já, þetta er ekki það sem að Atli vill. Atli verður bara... Já, Atli er að taka Hjalta út af. Já, inn á kemur Davíð. Skytta fyrir skyttu. Fjölnismenn halda áfram að pressa hérna. Pressa hátt. Ég meina það er að virka ágætlega fyrir þá þannig að okkur að hætta eitthvað sem er að ganga vel. Algjörlega.
Marino nær ekki að finna Davíð í horninu en hann reyndi þó. 4 sekúndur eftir á skotklukku og Marino fær hann á póstinum. Óheppinn að klára þetta ekki. Flautað var. Mér sýnist Marino hafa sótt villuna og að fara að fá 2 vítaskot. Já. Rapp fekk sína aðra villu. Atli var hann þyrstur að öskra á strákana sína. Gott að vera með vatnsbrúsa við hendi. Það er nauðsynlegt. Koma Fjölnismenn upp, Viktor sækir villuna á Bensa. Já, Bensi að fá sína aðra villu og aðvörun. Fjölnismenn held áfram að fara inn á Jóhannes. Já, Markus er með 2 villur, þannig að hann má ekki brjóta. Hann er að skora. Þetta gerir Jóhannes bara mjög vel. Það er sterkt á hann. Fjölnismenn fljótir að koma inn í pressu, strax eftir skoraði körfu. Skallagrímsmenn fara í fljótan þrist. Þetta er akkurat það sem Fjölnir vill með pressunni. Já, þeir vilja þinga í einhverja erfiðar ákvarðanir og það er bara vel gert hjá CJ. Komið 13 stig. Og Fjölnismenn halda áfram að pressa. Markus með boltan. CJ sína aðra villu. Innkast undir körfunni, út af fyrir Rapp og inn á kemur Gauti. Vel spilað og Marino klárar þetta vel. Staðan 21-28 fyrir Fjölni. Kemur CJ upp fyrir Fjölni, leitar eftir pikkinu en Þetta notar er bara það góð ekki. vörn hjá Bensa. Skoti Geir við Gauta og Skallagrímsmenn koma hérna fullur færri völlin. Inn á Kristófer, þetta gerir hann bara vel, hann á bara að klára þetta. Já, hann þarf að klára þetta. Jóhannes heldur áfram að fara Markus. Markus er orðinn þreyttur, hann hvílir sig röltir aðeins. hérna upp sóknarleikinn. Sækir Davíð ágætt skot hérna á lyklinum. Þarna fær Hlynur bara galop í skot en það er ekki að setja hann ofan í. Skallagrímsmenn vilja stillu. Við sjáum hvað Fjölnismenn eru að spila hátt á þá og Skallagrímsmenn bara ekki nógu grimmir að ná sér í stöðu. Já, bara setja upp þó að sé vera að pressa og fá það sem þeir vilja en ekki láta ýta sér út úr hlutunum. Marino gera virkilega vel. Vera að pressa og fá það sem þeir vilja en ekki láta ýta sér út úr hlutunum. Þau eru að fá gott framlag frá honum. Hann er mjög flottur í kvöld að sækja og koma sér á vítalínuna og samanskapi að leita inn á Markus. Skallagrímsmenn farnir í svæðisvörn. Það er inn að rugla Fjölnismenn.
Fjölnismenn ná frákastinu og beint í annan þrist. Marino heldur áfram að sækja. Já, vel gert hjá Marino, fór og sótti frákastið og mér sýnist vera komin bónus þannig að hann er að fara að ná sér í 2 vítaskot. Mjög vel gert, koma sér bara á vítalínuna og fá þessu auðveldu stig. En komu hérna læti í Skellagrímsmennum leðið fóru í svæðið. Það er spurning hvort þetta gefið þeim einhvern neista. Já, þeir þurfa allavega að fá eitthvað svona smá kraft í varnarleikinn og sem að gefa þeim kannski auðveldar körfur. Marino komið með 13 stig, minnkaði munin í 2 stig. Þeir halda áfram í svæðisvörninu. Já, mikið læti, tala vel saman og sjáum hvað Fjölnismenn gera á móti þessu. Þannig að stígur hann Daniel út af. Og Halldór tekur leikhlé. Það ætlar aðeins að fara yfir sóknarleikinn með sínum mönnum. Hann ætlar eflaust teikningu upp fyrir það á móti svæðinu. Þeir hafa ekki náð að vinna úr því eins og er. Nei, þetta gerist oft þegar að lið fara svona skyndilega í svæðisvörn og komi læti. Þá verða oft leikmenn staðir og svona kannski hálfpartinn frjósa. Já, mikilvægt að halda áfram að hreyfa sig og ekki bara standa úti og skjóta. Algjörlega og bara mikilvægt að ná að hreyfa svæðið og vera duglegur að kötta og dræfa inn í opna reiður. Staðan 26-28, 3 mínútur og 28 sekúndur eftir af öðrum leikluta. Skellagrímsmenn eiga boltan. Og Fjölnismenn halda áfram að pressa. Þannig var hann mjög nálægt að ná boltanum. Atli heldur áfram að drekka vatnið sitt. Það er sekundur eftir og Marino nær ekki að klára en þarna hefði Davíð bara átt að taka tryggja sig á skotið. Já, algjörlega að taka þessi opnu skot sem hann er að fá. Það er náttúrulega hluturkinn hans í liðinu. Já, hann er sjálfsagt einn af betri skiptum í deildinni og þetta er bara skot sem að Skellagrímsmenn þurfa hann til að taka. Kristoffer galopinn. Staðan 29-30. Koma Fjölnismenn hérna. Jóhannes finnur Daniel í hornið sem nær ekki að setja hann niður. Þarna tekur Davíð skotið. Setur það ekki en Fjölnismenn koma upp. Það er lítið séð af CJ eftir að Skellagrímsmenn fóru í svæði. Já. Það er að ná að loka allavega á hann. Þannig að finnur Davíð Kristoffer undir og Daniel grípur á. Inn á koma þá Bensi og Markus fyrir Marino.
Og Kristján kemur út af líka. Fjölnismenn ekki ánægðir með þessa villu sem að Friðrik dæmdi. Það bónus, Kristófer fær 2 vítaskott. En setur fyrra víti ofan í. Nú þurfa Skellingismenn að halda áfram að sækja og nýta sér það að Fjölnis séu komnir í bónus. Kristófer með góða innkomu hérna. Nýbúinn setja þrist, kemur svo á vítaleginu og skila báðum vítunum ofan í. Þannig var Rapp Galopi skot. Skallagrímur bara gera vel í að halda bæði Jóhannesi og CJ frá boltanum og kannski svona að passa að þeir séu ekki að fá skotin sem að þeir vilja. Já, algjörlega. Þeir eru náttúrulega að skora en allt og allt fyrir Fjölni og mjög gott með þeim að halda þeim úti. En þetta gerði Markus hrikalega vel. Sótti sterta körna og fekk víti að auki. Það er Jóhannes sína aðra villu. Hann nær ekki að setja víti ofan í. Þarna vinna Skallagrímsmenn. Það er líka komið svolítið stemming í bekkinn og þeir eru farin að gera þetta svolítið saman. Já, það á það til að gerast þegar liðin fara svona í svæðisvörn að mynda smá stemming og læti og setja stundum liðin hérna upp á dæmnar. Já, þetta setur Kristófer ofan í. Það er erfitt skot sem að fór ofan í. Hann er búinn að vera duglegur að nýta skotin sín. Það veitur svona vel. En Skallagrímur er líka að spila langar sóknir og nánast bara að spila hverja eins og sókn út. En þetta gerir CJ vel. Setur þristina nánast í andliti á Benson. Staðan 36-33 fyrir Skallagrímsmönnum. Kísöndur eftir skóklukku. Kristófer aftur opinn. Kristófer nær boltanum og klárar þetta bara. Kristófer að gera gríðarlega vel hérna, bara 10 stig á mjög stuttum tíma. Já, Fjölnismenn ekki sáttir og kannski bara farin að horfa svolítið á næsta mann. Það verður að taka smá ábyrgð sjálfur og stíga út og ná þessu lausum boltum. Já, Skallagrímsmenn slóða svolítið út af laginu með þessu svæði og náðu góðum stoppum og útilokuðu svolítið CJ og Jóhannes í smá tíma þannig úr leiknum. Og að sama skapi að skora hinum meginn og fá svolítið svona stemmingun inn í liðið sitt. Algjörlega. Við tökum okkur stutta pásu og komum svo með seinni hálfleikinn að vörmu spori.
Jæja, kæru áhorfendur, verið velkomin aftur í fjósið, leik Skallagríms og Fjölnis í fyrstu deild karla. Staðan er 38-33 fyrir Skallagrím. Búið að vera skemmtilegur leikur. Já, búið að vera sveiflukenndi leikur og liðin að skiptast á forystunni. Leikurinn endaði svolítið Skallagrímsmönnum í vil hérna í hálfleik. Það er spurning hvort þeir komi jafn sterkir í byrjun þriðja leikluta. Já, eru foreldrarnir að sjá hvort að þeir hafa fundið lausn á svæðisvörn Skallagríms og sama móti hvort að Skallagrímur ætli að halda sig við maður á manni eða halda áfram í svæðisvörn. Já, gaf þeim vissulega mikla orku og hérna kannski náða að fela svolítið Markus í vörninni með 2 villur og hvílan svolítið hann inn í miðjunni bara. Já, og einhvern veginn þegar Skallagrímur fóru í svæðisvörn þá var eins og sem pressa sem að Fjölnismenn voru í og voru að spila hátt og í rauninni þvinga Skallagrímsmenn í tapaða bolta. Hún svolítið datt niður og hætti, svona misti aðeins trúna. Já, þeir fjaraði svolítið út hjá þeim en þessi pressa og líka bara það að CJ og Jóhannes þeir eiginlega bara týndust á móti þessu svæði. Já. En CJ er samt aftur á móti ennþá stigastur með 18 stig og Jóhannes með 11 stig. Og hjá Skallagrímsmönnum er Marino með 13 stig, Markus með 12 og Kristoffer kom með 10 stiga rönn bara hérna á nokkrum mínútum. Já, það skiptir máli að bæði Marino og Markus og einhver með þeim og í þessu tilfelli Kristoffer að þeir séu svolítið stabílir og nái þá að stjórna leiknum og sækja og skora. Já, bekkurinn hjá Skallagrímum er gríðarlega mikilvægur. Þeir skipta svo miklu máli að koma sterkir inn á og svolítið svona breyta leiknum hjá þeim. Svo þegar Bensi kemur inn á og Kristoffer og Almar og þessi strákar að koma inn með smá auka orku og gefa hinum væga og góða hvíld sem að skila liðin oft góðu. Það skiptir gífurlega miklu máli og líka gaman að sjá eins og það vantar þarna 3-4 leikmenn í liði Skallagríms að það eru strákar sem að kannski ekki vera að spila jafn mikið. Þeir eru að koma inn á og sýna sig og eru að standa sig virkilega vel. Já, algjörlega. Ég meina Ólafur var í byrjunliðinu í seinasta leik þegar hann meiðist og Nebo er náttúrulega líka í byrjunliðinu og hérna hann Bergþór getur líka alveg verið í þessu byrjunliði ásamt Eyjólfi. Algjörlega. Það verður kannski bara lúxusvandamál fyrir Atla að rótera hérna þegar allir koma inn aftur. Já, það gæti verið. Við viljum heiðra minningu Gísla Halldórssonar, fyrrverandi formann Skallagríms sem að lést í vikunni. Hann hefur unnið mikið og gott starf fyrir félagið ásamt fjölskyldu sinni, en við viljum votta fjölskyldu hans innilega samúðarkveðju. Já, bara blessu sé minning hans. Það er mikilvægt að hafa svona fólki í klúbbnum sem að gefa mikið til félagsins og já, í rauninni hjálpar þessu sjálfboðaliða starfi og kemur svona drífandi inn í starfi til að það sé hægt að reka þetta sérstaklega í svona litlum bæjarfélögum. Algjörlega, þetta er náttúrulega nánast bara ein fjölskylda þessi klúbbur. Já. Þá fer seinni hálfleikur að hefjast. Fjölnismenn eiga boltann. Skallagrímur er að byrja leikinn alveg eins og í byrjun leiks. Og með sýnist Fjölnir líka að vera að gera það. Skallagrímur byrjar í maður og mann. Sýnist mér. Já, byrja hérna með hjarta á CJ. Já, bara CJ og Jóhannes. Það var greinilega að tala saman og þurfa að vita að þeir þurfa að taka meira til sín. Algjörlega, og þeir byrja líka bara strax á því, keyra sterkt inn á sína styrkleika. Marino finnur hérna Kristoffer sem klárar þetta og fær villu að auki. Vel gert hjá Marino að sækja inn og Kristoffer að koma sér fyrir í tegnum og klára þetta vel. Fær Gauti sína 3. villu.
Þetta setur Kristoffer víti ofan í. Kemur CJ fyrir Fjölnismenn. Virðast þeirra komnir í svæði aftur. Mögulega eftir skoraða körfu. Það allt annað að sjá Fjölnismenn. Þeir virka ákveðnari og farnir aðeins að dræfa inn en ekki standa staðir. Óheppnir að stíga út af en Það eru ekki vanir hérna litla vellinum í fjósinu. Hafa ekki mikið svigrúm. Ekki nóg ánægð með þessa sókn sem áður. Markus sækir hérna á Jóhannes, klárar þetta vel. Komið 14 stig. Það er bara farin að pressa fullan völl. Hann hefur fengið sér einhver orku í hálfleik. Óheppinn Viktor að setja ekki ofan í. Maranov setur þetta ekki ofan í. Kemur CJ upp. Skallagrímsmenn ennþá í svæði. Óheppinn hann að Gauti að klára þetta ekki. Tók gott frákast og fullstressaður í layupinu. Já, kannski erfitt að vera að skora hann í kringum stóru mennina inn í teig. Hann að falla báðir. Og villa dæmt á Jóhannes. Það er þriðja villan á Jóhannes. Gauti, já, fær sína þriðju villu, fær skiptingu. Inn á kemur hann Karl. Þannig sjáum við Gunnhildi Lind taka myndir. Meistarlags kvenna leikmaður Skallagrim. Kannski situr þetta ekki í en Fjölnismenn ná boltanum. Enn og aftur er svæðisvörnin að skila stoppi. Bara frábær vörn hjá þeim. Fjölnismenn er ekki alveg að finna taktina á móti þessu svæði. Þetta gerir Markus fáránlega vel. Góð hreyfing og vel klárað. Klaufalegir hérna Fjölnismennir, tapa boltanum tvisvar í röð. Já, mér sýnist Halldór þjálfari Fjölnis vera búinn að fá nóg og biðja leikhlé. Já, hann vill væntanlega fá að segja eitthvað við sína menn. Staðan orðin 45-35 fyrir Skallagrímsmönnum. Já, kannski Halldór er örugglega ekki sáttur við að vera líklega búinn að fara yfir þetta í hálfleik en eftir tæplega 3 mínútna leik þarf hann að taka annað leikhlé og fara yfir þetta aftur. Tapa 2 boltum í röð og er ekki að setja þriggjastigaskot sín niður. 2 af 16 í þriggjastiga. Halldór vill eflaust leita kannski aðeins meira inni á móti þessu svæði. Finna Jóhannes eða finna þessi kött sem að strákunir hafa verið að finna. Já, mér finnst þeir líka bara svolítið staðir. Í staðin fyrir að reyna að hreyfa boltan hraðar og bæði kötta og dræfa inn í þessu opnu svæði. Þá eru þeir bara svolítið staðir og láta hann ganga svolítið fyrir utan þryggjastíglínuna eða kannski er ekkert að sækja og reyna að fá einhverjar einfaldar körfur og færa í leiðinni vörn Skallagríms.
Já, þeir hafa ekki verið að horfa á þessi kött sem hafa verið að koma og ekki á stóru strákana inni heldur. Sækir Markus villu á Rafn. Þá hann komið með 3 villur líka. Já, það erfitt að stoppa hann með teig og sérstaklega þegar hann svona ákveðinn að fara sterkt á körfuna. Tók sér bara góðan tíma og sótti þessa villu mjög vel. Situr fyrir að viti í. Líkar á stefnu, en staðan 46-35. CJ kemur hratt upp. Þeir eru þetta saman, berjast frákastið. Það allavega farnir að berjast. Já, komið smá barátta í Fjölnismenn. Sóttu 2 fráköst og unnu þennan bolta af þeim. Já, þetta það sem búið að vanta svolítið á móti Svæðisvörninni. Ég meina það erfitt fyrir Skarðlingsmenn að þurfa að stíga út þegar allir fara að henda sér í fráköst og eins og með þessu fóru 2 í fráköst og þeir eiga innkastið. Sækir Rafnina upp. Markus bara tekur hennar boltan. Finnur Davíð hérna uppi. Setur þetta öruggt onni. Bekkurinn hjá Skallagrímsmönnum gríðarlega ánægður með þetta skot. CJ sækir hérna inn, nær villu, tekur gott flóterskotina. Sækir 3. villuna á Markus. Gott hjá hann að koma sér bara á vítalínuna og fá þessu auðveldu stig. Það er búið að loka svolítið á hann hérna undanfari. Já, sérstaklega þegar þeir eru ekki að skora þá er mikilvægt að finna leiðir og keyra körfuna og koma sér á vítalínuna. Þetta er fyrra víti ofan í. Þetta er bæði víti núna í staðan 49-37 fyrir Skallagrim. Þarna erum við farin að sjá Fjölnismenn aftur pressa hátt og bara meiri læti í þeim. En ég meina þetta þvingar Skallagrimsmenn í erfiða sókn og... Já, Markus var heppinn að ná að halda boltanum hana. Þetta gerði CJ bara vel, fór og pressaði Marino strax og sem leiddi nánast til turnover. Þetta gera þær vel, vinna vel saman undir. Kristoffer bara nær ekki að klára þetta. Skoppar hann upp úr en þurfa á móti mikil barátta og það er eitthvað sem þau þurfum. Já, þarna ýtir Hjalti í bakið á honum Rafni og Sigurbaldur sá það og Fjölnismenn fá innkast. Skallagrímur stillir upp svæðinu sínu. Þarna var Jóhannes bara, hann var bara smá smeykur, vissi ekki alveg hvað hann að gera. Hann Karl var opinn hennar fyrir neðan en samt var skotið hans líka opið, þannig að það var eitthvað, vissi ekki alveg hvað var að gerast. Þeir héldu boltanum og CJ kemur henni í langt skot. Nær ekki að setja það niður og Markus nær frákastinu. Grítir boltanum upp völlinn. Marino klárar þetta ekki en nær frákastinu. Allir Skallagrímsmenn bara að vera rólegum en það er lítið eftir að skotklukku þannig að bolti fór ekki hann í hringinn. Nei, fór aldrei í hringinn hann en þeir náðu alltaf frákastinu og allir vildi að stiltu. Allir hafi farið í hringinn.
Já, hann held að boltinn hefði farið í hringinn og vildi fá góða sóknana en Fjölnismenn koma núna í sókn. Þetta var svolítið fyrirsjáanleg sending og Markus lasa bara vel. Fjölnismenn halda áfram að setja góða pressu á þá. CJ hérna hátt úti á Marino. Kjast bara fram hjá honum alla leið. Fram hjá honum og klárar þetta vel. Koma Fjölnismenn upp, finna CJ með boltan, finnur Viktor sem finnur Jóhannes inni. Óheppinn hann að setja ekki honni. CJ hérna mjög dulur, pressa út allt og reyna að ná boltanum alls þar á vellinum. Halldór að taka sitt annað leiklið. Annað leiklið í þriðja leikluta. Staðan orðin 51-37 fyrir Skallagrímsmönnum. Já, það er spurning hvort að Halldór geti farið yfir þessa svæðisókn hjá þeim aðeins betur. Já, Skallagrímur var að spila þetta mjög vel. CJ var að hlaupa í gegnum teginn og þeir reynda að elta svolítið út og leyfa honum ekki að fá boltan að ná kantinum þó þeir væri að spila svæði. Það var hrikalega vel gert hjá þeim. Já, þeir eru svolítið að velja hvaða leikmenn þeir vilja að skjóta á körfuna en aftur á móti er CJ komið 20 stig og Jóhannes 13. Viktor er með 4 en aðri leikmenn hafa ekki náð að skora og það er mikilvægt fyrir Fjölnismenn að fá fleiri inn í sóknina. Þó að eins og við vorum að tala um áðan að CJ og Jóhannes þurfa svolítið að bera hana uppi en það þurfa fleiri að vera með og geta sett þessi opnu skot ofan í. Algjörlega. Aðeins dreifðara stigaskora hjá Fjölnismönnum, hjá Skallagrímsmönnum. Markus er með 17 stig og Marin á 15 stig. Kristoffer með 13, Davíð og Hjalti með sikkoran þristin. Þá koma Skallagrímsmenn í sókn eftir leikli. Þeir sýnist Fjölnir í einhvers konar svæði. Já. Svo... Það er spurning hvort þið séu bara komnir í box og einn á Davíð. Já, Davíð. Já, Davíð. Við erum að sjá aðra hérna til að skoða hans betur. Kannski reyna að taka flæðið úr Skallagrímsmönnum þegar boltinn var að ganga vel í kringum Davíð. Já, stoppa flæðið í gegn. En þarna var Daniel bara opinn og þetta er svona sama við vorum að tala um áðan. Þeir þurfa að fá framlag frá fleirum og hinir Fjölnismenn þurfa að setja þessi skot ofan í. Já. Marin á næra klóka sér hann inn í teg og klára þetta. Komur 17 stig. Skallagrímur ennþá í 2-3 svæði. CJ bó bara í langa þrjúst og setur hann ofan í. Þetta gáður honum eiginlega bara. Já, en ef þeir ætla að lifa á þessu skoti í allt kvöld þá ég held að fara nú ekki mörg svona skot ofan í. Nei. Það er ekki að vera að setja 10-10 held ég. Þú myndið gera það? Já, það er nú ekki. Held að þetta sé kannski eitthvað skot sem að þjálfarinn eru ekki sáttur við að við myndum taka hérna í allt kvöld. Ekki í allt kvöld. En hann gerði sitt sér vel. Meðan þú setur hann er þetta í lagi. Og meðan þú setur hann þá er þetta í lagi. En hérna er hann bara komið með 2 þrista, klikkaði þrista í röð eftir hennan sem hann setti. Hann hefur verið aðeins að testa hversu heitur hann er. Marino heldur áfram að sækja miðuna. Jóhannes nær frákasturum. CJ kemur inn á upp völlinn. Finnur Jóhannes inni sem fær hann. Óheppinn að klára þetta ekki. En hann fær þá villuna. En eins og við erum að tala um áðan að Fjölnismenn eru komnir með 3 af 20 þriggja stiga skot ofan í. Já.
Þá tekur Atli leiklega. Jóhannes með 13 stig fyrir Fjölnismenn en hann samt sem áður bara með 50%, bara og ekki bara, með 50% nýtingu inn í teig. Svona klikka á mörgum galopnum layupum. Hann samt sem áður með 13 fráköst. Jóhannes inni sem fær hann. Sem að þjálfararnir eru ekki sáttir við að við myndum taka hérna í. Þannig að sjá aftur þristina. CJ Bópar. Langur og góður þristur. Já, þarna fer Jóhannes á línuna og fær 2 skot. Setur fyrra. Setur fyrra víti ofan í, klikkar að stefna, staðan 55-41. Já, þetta var fyrsta klikkaði víti hjá Fjölnismönnum. Þetta gerir CJ vel, pressa Marino, ná að stela boltanum, sækja hraðahlaup. Og boltinn endar hjá Skallagrímsmönnum. Já, CJ að fara svolítið veikt upp í þessi layup. Lágvaxinn kannski vill ekki vera blokkaður en hann þarf bara að fara sterkt upp og keyra þá. Reyna að ná sér í þessu 2 stig í staði fyrir að reyna að ná í villuna. Já. Nú setur Atli Benso inn á, kannski til að hjálpa Marino að leysa þessa pressu. En Fjölnir eru komnir aftur í hérna einhvern þrýrning og 1, eða box og 1. Verðist vera að virka vel, búin að þvinga 2 tapaða bolta í röð og CJ reynir ennþá við 3. Já, Halldór er ekki sáttur og segir að hreyfa boltan. Það er ekki kannski þetta er ekki skotið sem hann vil sjá. Enginn búinn að snerta boltan í sókninni og Nei, algjörlega. Hann vill örugglega fá betra flæði og fá þessi skot frekar upp úr sóknarleik eftir meira en 6 sekúndur. Sérstaklega þeir eru ekki hitta betur en þetta. Kristján gefur hann út á Benso. 3 sekúndur. Markus búinn að vera full lengi inn í teig. Jóhannes fyrir henni upp í skot en ná frákastinu. Allt annað að sjá baráttuna í Fjölnismönnum. Já, þeir eru að sækja inn að sóknarfrákastin á svæði hjá Skallagrím. Og þeir eru bara að ná að klára sóknar sína með körfum. Já, en að sama skapi þá eru þeir að sætta sig við þessi 3 skot. Ef þú setur ekki 1, 2, 3 þriggjaskot í röð þá þarf það að fara inn í og reyna að ná þér í auðvelda körfu því þú getur ekki verið að lifa með þriggjaskotum þegar að Nei, algjörlega að fá líka þessu kött í gegn og meiri hreyfingu á sóknina hjá þeim. Já, eins og Halldór var að segja CJ að hreyfa boltan meira og fá meira flæði og reyna þá frekar að fá þessu opin skot en ég er viss að hann vill reyna að keyra frekar inn í teginn og ná í þessari auðvelda körfu. Já. enn og aftur sættir hann sig við. Já, en Fjölnismenn er að fá
auka sensaðina trekk í trekk og leiðaði fara að krassa frákastinn. Hann sækir CJ inn, fær ekki villu, ekki alveg ánægði með það, en Fjölnismenn halda boltanum. Skallagrimur ekki að ná að sækja þessi frákast. Nei, en eins og við erum að tala um á hann, það náttúrulega erfitt að stíga út og finna mann í svæðisvörn, þannig að... Já, það það. Þú ætti að vera mjög hreyfanlegur og opinn og sjá völlin vel til að geta stíðið út í svæðisvörn. Fjölnismenn eru bara að gera vel að fá auka sjansina trekk í trekk. Keyrir Viktor inn, finnir CJ. Þetta allt annað skot, svona upp á flæði. Já, þetta allt annað og fyrir að setja ekki onni, en eins og við erum búin að tala um, þeir eru ekki að setja þriggjastaðskotin onni, þannig að samt sem áður sætta sig við þau. Hjalti eftir. Nú eitthvað dotti á Metsi. Já, mér syndist hann hafa fengið högg á mjöðmina eða jafnvel bakið. Já, hann að sjá þetta aftur. Já, svo falinn núna. Beint á mjöðminni. Það hefur ekki verið þægilegt. Aldrei gott að þetta bossan? Nei, það er spurning hvernig staðan er á Hjalta. Það er áhyggjuefni ef við erum að missa fleiri leikmenn út. Já, það var ekki gott að missa 4., 5. leikmenn út. En að samanskapi, eins og við tölum áðan á jákvæðu nótunum, þá er mögulega lúxusvandamál framöndan hjá Atla þegar allir eru komnir inn aftur og þeir sem hafa verið að spila minna eru að standa sig virkilega vel. Já, þeir eru bara að nýta sína mínútur greiðlega vel og sína að þeir geti komið inn og spila þessar öllu mínútur. Þannig að hátt úti á Marino, kjast bara fram hjá honum, alla leik. Það sjáum við gott ekki að Marino búinn að spila vel, kom með 17 stig og hann er að stýra liðinu vel. Finnur Davíð hérna uppi. Stóri mennina inn í teig. 17 stig, 2 stóðsningar og 4 frákast. Hann að falla báðir. Kristoffer nær boltanum og klárar þetta bara. Já, þetta setur Kristoffer onni. Það er erfitt skot sem vilja. Við vonum að það mun ekki há honum. Já, algjörlega. Þeir eru Þá er Fjölnir enda í þessu box á 1 svæði og spilaði núna á Marino. Það gefur Markus bara ennþá meira pláss inn í teig og klárar þetta vel. Markus að fá sína 4. villu. Það er ekki gott fyrir Skallingansmenn. Allir hlýtur að vera að taka hann hérna út af. Tekur hann út af og inn á kemur Kristoffer. Kristoffer er búinn að spila vel, kom með 13 stig. Já, kom með mjög flotta mínútur inn á þann og ætti að vera bara mjög fín skipting. Virkilega vel gert. Feikaði hann upp í loftið og klára svo sterkt og fær körfu og víta auki. Stuttur Dóni, kom með 16 stig. Kristoffer með frákastið.
Fjölnir ennþá í svæðinu sínu. Fjölnir vinna þennan bolta og keyra hérna upp. Þannig að gerði Það er virkilega góð hreyfing. Þegar hann á Gabbar Hjalta aðeins til. Sækir villuna og körfuna. Virkilega vel klárað hjá honum. Hann var hérna dottinn úr jafnvægi en nær samt að finna styrk og klára að setja þetta onni. Algjörlega, við viljum sjá meira svona frá honum að keyra sterkt á körfuna og klára þessi færi sem hann er að fá. Já, hann er nú búinn að taka 29 skot. Þannig að ég vissum að ef hann ætlar að taka þessi skot að Halldór vil líka fá aðeins meira frá honum. Já, algjörlega, hann er klárlega með skotlefi líka og kannski ekki að hitta á sem besta dag í nýtingu en hann er samt sem áður með 25 stig. Þarna halda bara áfram að pressa hátt og Þarna fær bekkurinn hjá Skallagrím tæknivillu. já, Almar stóð þarna upp og steig aðeins inn á. Það er kannski svona maður að vera stilltur. Það þarf að vera stilltur en Karl setur vítið onni og Fjölnismenn eiga boltan hinn á kantinum. Þá fær Önnur bara tæknivilla. Atli tæknivillu líka. En hann segir bara ok. Fer Karl aftur á vítalínu. Dómari leiksins segir bara gjörðu svo vel og sestu við hann Atla. Þannig að hann hefur ekki húmor fyrir meiri tali. Nei, þeir vilja oft ekki fá mikið mótmæli. Bara eðlilega. Þeir eru að standa sig vel og búin að vera fínir í þessum leik. Sækir CJ, hann næri ekki að klára sér skot. Hann er að fá fín skot í kringu tegin en hann er ekki að ná að klára þið. Nei, hann er ekki að ná að setja onni og boltinn gengur vel hérna á Skarlingsmönnum. Kristinn óbeinn að klára þetta ekki. Hjalti fær sína aðra villu. Sigurbaldur vill hann fer yfir þetta með riddaraborðinu. fara yfir það að báðar tæknivillur telja ekki sem bónus. Koma Fjölnismenn upp. Stilla á móti svæðinu. Viktor upp í þrist. Fjölnir eiga þennan bolta. Duglegir að sækja henni inn í þessu fráköst og vinna boltana og ná þessu fráköstum. Já. Hvað eru konur með mörg sóknarfráköst? Konur með 13 sóknarfráköst. Þarna fær Viktor villu. Alveg hvað gerist? Fjölnismenn halda áfram að pressa. Hjalti sækir henni inn og boltinn lekur þarna onni hjá honum, vel gert. Allt er búinn að vera fínn í leiknum og komið 7 stig. Fjölnismenn reyndi að sækja hann að hratt að en mistu boltan út. Tekur Halldór leikli. Síðasta leikli. 7 mínútur eru eftir, staðan 62-45 fyrir Skarlingsmönnum. Stóru strákarnir í Fjölnisliðinu með margar villur. Gauti með 4, Rafn með 4 og Jónas 3. Markus búinn að sitja úti núna í smá stund með 4 villur.
En Kristján og Kristófer eru bara að gera mjög vel í hans stað. Já, Atli vill sjálfsagt ekki taka áhættuna og hafa hann inn á ef hann fær einhverja klaufa villu þá hann bara útilokað frá leiknum. Já. Frekar leyfa öðrum að spreyta sig og nota hann þá sem backup. Já, þeir vilja þingað í einhverja erfiðar ákvarðanir og Já, Markus með 2 villur, þannig að hann má ekki brjóta. Tekur sér góðan tíma og klárar Dóni með villu að auki. Svo annar leikur í gangi í fyrstdeild karla, það Selfoss á móti Hrunamönnum. Staðan 41-44 fyrir Hrunamönnum. Það hörkuleikur. Nágranna slagur. Það að búin. Það hálfleikur í þeim leik. Marin og Sæti sterkt þennan inn, nær ekki að klára og þá kemur Hjalti bara að taka frákasti. Atli segir easy, en Kristján setur bara þrist. Atli búinn að vera duglegur hérna að kalla easy og fá sér smá vatn að drekka með því. Þetta verður bara Jóhannes að klára, hann komin alla leið í gott skotfæri en setur ekki onni. CJ gerir vel hinn í pressunni og hinn í strákunni fylgja með, Viktor duglegur úti, Karl með. Kristján bara upp í annað þrist. Fær Jóhannes sína 4. villu. Kristján fær bara 3 víti. Rapp komin aftur inn á í stað Karls. Maður ekki að setja annað vítið í. Þriðja fer onni. Kristján kom með 5 stig. Þarna setur hann þetta, vel gert hjá honum. Sækir inni í stutt skot. Fjölnismenn mættir í pressuna. Skallagrísmenn sækja bara hann að var vel leist hjá þeim. CJ þarf bara að taka 2-3 skref út og þá hann að setja þessa þrista. Hann ekki að setja þessa þrista alveg vel inna. Já, það spurning hvort þetta sé kannski staðurinn hans bara eftir allt saman. Gæti verið. 10 af 10. Kristján setur annað þrist. Bekkurinn að koma vel sterkur innina hjá Skallagrísmönnum. Stigaskorið að dreifast mjög núna. Það nátti hann bara að fara sjálfur, Rapp. Klára þetta bara sjálfur. Já, klára þetta bara sterkt. CJ gerir vel hinn í pressunni. Arinn fær á sig villu. Hann fær óíþróttamesslega villu þar sem hann að stoppa hraðupphlaup. Þá fær Fjölnir víti og bolta. Byrja skotið onni. Seinna skoti í, komið 33 stig, CJ. Staðan 72-52, 500 eftir. Fá boltan hérna á sideline Fjölnismenn.
Skallagrímsmenn að loka teignum vel og Já, þetta gera Fjölnismenn pressa bara strax og vinna boltan strax aftur. Komast aftur í sókn. Bensi brýtur hann á CJ. Komin, já, fær 2 vítaskot. Vinna boltan strax aftur. Komast aftur í Hjálpa sókn. þeim að leysa pressuna. Setja á rétta staði. Já, þeir eru með inn á 2 punkardar sem ætti að ráða við þetta og hinni strákarnir verða duglegir að hjálpa þeim að opna sig og leysa þessa pressu vel. CJ setur bæði skotin í. Þá kemur bara Kristján upp með boltan. Kristófer fær sóknarvellu, ólöglegt skrín. CJ sækir sterkt inn. Sækir 2 skot. Svakalega snöggur, hann CJ. Kemst fram hjá þeim hann inni í miðuna. Það er núna síðustu sóknir að hafa Fjölnismenn verið að sækja inn í teig og það er bara að skila þeim körfum. Þeir eru hættir að sætta sig við þessi tryggjastegaskot sem voru að taka inn í 3. og byrjun 4. leikluta. Leiðu fara að sækja inn, þá eru þeir að komast á vítalínuna eða fá auðveldari körfur. Já, sérstaklega núna þegar þeir eru komnir í bónus. Markus komin aftur inn á í stað Kristjáns. Kristján átti hérna góðan sprett. Já, kom mjög sterkur inn á og skilaði 8 stigum hérna og duglegur í vörninni. Fjölnismenn halda áfram að pressa. Bensi leysir þetta bara vel. Boltinn endar hjá Markus. Setur það bara end on onni. Það er að klúra vítinu. Fjölnismenn geysast upp og Viktor tekur fljótan þrist. Easy, easy, segir Atli. Og biður leikhlé. Já, Fjölnismenn eru 4 af 29 í þriggjastigaskotum. Kjast bara fram hjá honum. Alla leik. Þetta er á móti mikil barátta og það er Gefið þeim 13% skotnýtingu á meðan Skallagrímsmenn eru með 31% nýtingu í þriggjastiga. Stóri mennina í nýttum. Þeir hafa verið að sætta sig við þriggjastigaskotin í þessari svæðisvörn sem að Skallagrímur eru með og þegar þú hittir ekki á góðan dag í þriggjastiganýtingu á móti svæði þá verður að sækja inn og reyna að keyra körfuna og fá auðvelda körfur. Já, það sést vel eins og í 3. leikluta þá skorar Skallagrímur 17 stig á móti 8 stigum hjá Fjölni. Þetta vera hérna. Fjórum mínútur eftir, 74-56 fyrir Skallagrím. Bensi galopinn, skila því niður sínum fyrstu stigum. Í kvöld hérna.
Er halda áfram í svæðisvörninni en Það fær Jóhannes sína 5. villu sem óíþróttamannslega villu. Tapar hann á boltanum og tósar í hann. tósar aðeins í hann. Búið að vera svolítið að óþróttamannslega villur hérna í kvöld. Já, Ekki það að komnar sé nokkrar. einhver gróf brot en fólk er að reyna að stoppa hraðaplaup og Dómararnir taka ekki þátt í svoleiðis. nei. Með góð tök hérna á leiknum í kvöld. Leyfa ekkert, Þeir eru búin að vera fínir í kvöld. já, bara leyfa ekkert neitt gróft hérna og taka vel á málunum. Kristóf með bæði vítin ofan í. Enda Marino bara 1. Og Daniel brýtur á honum, hann er að sækja 2 vítaskot. Þannig að það verið eitthvað klikkað á samskiptunum Fjölnismenn og Marino enda bara galopin. Gunnar er að gera sig klárun og koma inn á. Marino klikkar á seinna vinni. Kom með 18 stig. DJ Setur þennan þrist. Fullt nálægt línunni. Kom með 40 stig hérna í kvöld. hann er aðeins búinn að fjórða leikhlutið er búinn að laga skotnýtinguna og koma með fleiri stig. Já, hann var ekki að setja skotin hérna onni en farin að hitta betur núna. En þetta gerir Kristófer vel. Vígrip hana. Gauti er eitthvað að gera og sáttu með sjálf sig. En þetta kemur fyrir. Þá fara CJ og Viktor út af og inn á koma Hlynur og Sófus. Pressa hérna stift. Inn á kemur Almar. Máni og Andri. Út að fara þá Kristján, Hjalti og Markus. Já, það verður gaman að fylgjast með hérna síðustu 3 mínútum og leyfa ungum og efnilegu leikmönnum að spreyta sig. Já, algjörlega. Bekkurinn búinn að vera flottur hjá Skarlingismönnum og Fáum að sjá Gott svolítið sjá. hvað framtíðin byrja skaut í sér. algjörlega. Kemur Máni bara og sækir boltan. Pressa hérna vel á Bensa sem finnur Almar. Gunnar í horninu, aðeins og stuttur. Góð barði hjá Mána og bara hann, þeir náðu þessu bolta. Því að Fjölnismenn eru einnig að skipta inn á Karl, Fannar og Daniel að koma inn á út að fara. Nei. Út að Já, fara Daniel Rapp, Gauti og Daniel. Sóknarvilla, Máni fær ólulegt skríndæmt á sig. Skallagrímur heldur áfram í svæðisvörninni. Allir fá að æfa hérna svæðisvörnina sem þeir ætla að spila. Þetta setur Hlynur bara onni. Herri, já, það er langt síðan að hvað þristur hjá Fjölnismönnum. Já, þeir hefði kannski átt að setja hann aðeins fyrir inn á. Þá nokkur að þrista. Þetta gerir Fjölnismenn vel. Pressa hátt upp. Skallagrímur er erfitt með að sækja boltan. Finnur Almar bara Mána sem fyrir 3. Klikkar en Bensi tekur frákastið og leggur hann í.
Já, 10 sekundur eftir á skotglöggu. Þetta var virkilega vel gert. Hlynur bara að koma sterkur inn. Hann að koma greiðlega sterkur inn, yfirvegaður hérna með boltan og taka góðar ákvarðanir. Hlynur bjóð til ágætt færi fyrir hann Daniel. Setur bæði vítin ofan í. Fjölnismenn halda áfram að pressa hérna. Gott sending hjá Essaðin og Gunnar. Andri og Fjölnir fljótir upp völlinn. En Gunnar stelur þessum bolta. Almar með flotta hreyfingu og opinn að setja Jóni. Já. Bensi hann að nálægt að stela boltanum. Hlynur með annað þrist. Karl með sóknarfrákast en mikil barátta. Hlynur finnur Karlan í horninu sem setur hann í. Boltinn gekk bara vel hann hjá þeim, náðu sóknarfrákastinu og endaði með þrist. Já, vel spilað hjá þeim. Duglegir hérna í pressunni, trappa hérna kantinum. Þannig Benedikt bara skynsamur, lítið eftir að leiknum og staðið fyrir að taka skalopp í skotlætur á klukkuna bara aðeins ganga. Síðustu 17 sekundur eftir að leiknum. Yfir miðju og dribbla þetta út, segir Atli, þjálfari Skallagríms. Staðan hérna í kvöld 84-67 fyrir Skallagrímsmönnum. Markus með 23 stig og Kristoffer 22 stig. Marino 18 stig. Hjá Fjölni var CJ með 40 stig og Jóhannes 14. Já, flottur sigur hjá Skallagrím og er að ná í sinn annars sigur í röð hérna á heimavelli. Já, gott fyrir það að halda heimavellinum og hérna koma sér ofar upp töfluna. Já, þessi vika er búin að vera góð fyrir það og vonandi höldum við upplegna. Það hætti bara í næstu leikjum. Næsti leikur hjá strákunum er 27. febrúar á móti Hamar í Hveragerði. Við stelpurnar spilum á sunnudaginn hérna heima. Á móti Val klukkan 4. Við þökkum Kvikmyndafélagi Borgarfjarðar fyrir útsendinguna. Búin að standa sig vel að leyfa áhorfendum heima að fylgjast með. Já, mikilvægt að fólk sé að fylgjast með þessum leikjum og gaman að félagin geti sendt út þessa frábæru útsendingar og leyfa fólki að fylgjast með. Það er nauðsynlegt. Styttist vonandi að áhorfendur verða leiðir, en þangað til er þetta glæsilegt framtak. Þangað til verður Kvikborg með allt á hreinu. Takk fyrir okkur. Takk. Marino næra. Einu finnur Karlan í horninu sem setur hann í. Þetta setja klikkar en Bensi tekur frákastið og leggur hann í. Vinna boltan strax aftur. Komast aftur í sókn. Bensi brýtur hann á. Boltinn endar hjá Markus. Setur það bara endur. Sem að þjálfarnir eru ekki sáttur við að við myndum taka hérna í 10 af 10. Kristján setur annað þrist. Þarna setur hann þetta er vel gert hjá honum. CJ sækir sterkt inn. Sækir. Sóknarvilla, Máni fær ólulegt skrýndæmt á sig. Þetta er bara gott teik hjá Marino og það CJ fór bara